Jæja, núna ætlum við að kíkja á væl-lykkjuna og hún virkar þannig að hún athugar áður en hún keyrir hvort hún megi keyra og hvort hún megi framkvæma það sem innan milli slaufusvega parsins. Þannig að ef við myndum koma hérna og keyra forritið hérna niður, þá athugar hún, má ég keyra? Og ef það er trú, þá fyrir hún hérna og aftur hring og spyr svo aftur, hring eftir hring. Svo spyr hún, má ég keyra? Og ef að skilyrðunum bara ekki uppfyllt, orðin false, þá hættir hún keyrslu og heldur áfram niður. Eins og hérna, þá athugar hún undan. Við erum með teljaran hér. Teljarinn minni en 10 og það þá rétt þegar hann 0. Hækka 1 og skrifar hérna út. Svo fyrir hún aftur hingað, teljarinn ennþá minni en 10? Já, hækkar 1, skrifar hann út aftur og svo keyrir hún svona hring eftir hring. Þangað til að teljarinn ekki minni en 10, þegar hann orðinn 10. Þá hættir hún keyrslu. Eða fer hérna og keyrir línuna sem hérna fyrir neðan. Það mjög mikilvægt í svona að hafa alltaf einhvern hækkunarvirkja hérna inn í væl-lykkjunni. Því ef við myndum ekki hafa hann, því þá bara keyrir hún endalaust. Þá lendum við svona infinity loop eða svona endalausri lykkju. Þannig að við þið getum pröfað það, eða við getum pröfað það hérna eftir þegar við förum að gera dæmi. Og hérna bara verið að segja frá þessu í orðum, þar sem við vorum að tala og hún athugar skilyrðin áður en hún framkvæmir og ef að skilyrðin eru trú þá framkvæmist það sem inn í lykkjunni og endurtekningin verður þangað til að skilyrðið verður false. Og ef að skilyrðið verður aldrei false, eins og ég var að segja, þá erum við komin í óendanlega lykkju og það viljum við ekki. Þannig við þurfum alltaf að passa að setja hækkunarvirkjan inn. Eins og í þessu tilfelli hérna þá það þetta sem hækkar alltaf við hverja ítrun og þá lendum við ekki í svona endalausri lúpu. Ef við gleymum þessu þá lendum við í lúpu. Hérna bara málskipan og sjáu að hérna engin semi koma hvergi eins og var í do-while-lykkjunni áðan. Og hérna svona grófur munur að væl-lykkjan hún athugar hvort það megi framkvæmast áður en hún gerir það en do-while framkvæmast alltaf einu sinni. Og ef við viljum sjá hérna hvernig lykkjan keyrir þá ágætt og við getum farið í þetta betur líka eftir að við setjum svona rauðan punkt í gráuröndina, ítum á F5 og þá stoppar hann hérna keyrslu. Ég skal sýna ykkur þetta eftir í stúdíóinu. Þá stoppar hann keyrslu, við förum í kóðan og ítum á F11. Þá erum við að steppa í gegnum kóðan. Þá erum við að sjá hvernig hann vinnur. Þetta mjög gott að læra þetta því að maður getur alveg fundið þvílíkar villir hjá sér oft með þessu. Maður sér kannski ekki villunar og skilur ekki okkur að forritið ekki að gera það sem það á að gera. En leið að maður gerir þetta, þá getur maður farið í gegnum hvernig kóðin keyrir. Mjög sniðugt. Og ég skal sýna ykkur þetta betur eftir bara í Visual Studio. Og þá sjáum við betur hvernig þetta vinnur. Og hérna sjáum við do-while-lykkjan, setningin undan, do-while og svo keyrist þetta í lokin. Þannig teljarinn 1, hækkar upp í 2, 2, minna jafnt á 5. Já, þá keyrum við aftur, nú keyrir lykkjan í, kemur úr 2, teljarinn orðið 3, svo byrstist 3, teljarinn 4 og svo kolli. Svo leið á teljarinn orðin meir en 5 þá hættir þessi do-while-lykkja keyrslu.
Og við notum do-while-lykkjuna. Nú ætla ég að stoppa og fjalla þetta dæmi í næsta fyrirlestri.